Eiðfaxi kominn hér í Hafnarfjörðinn og hittir fyrir Atla Már Ingólfsson, formann hestamannafélagsins Sörla. Góðu sæll og blessaður Atli. Já, velkomin í fjörðinn. Takk fyrir það kærlega. Nú ekki dónalegt baksýnis útliti hérna hjá okkur. Nei, þetta er svolítið fallegt. Já. Við erum afar ánægð með umhverfið hérna hjá okkur. Já. Byrjum aðeins svona til þess að kynna þig, þú ert formaður Sörla. Atli, hvernig ert þú hestatengdur? Heyrðu, ég var eiginlega bara kom ekkert nálægt þessu þangað til ég var 14 ára. Þá var mér gefinn hestur í það sem ég var í sveit. Þá fór ég að ríða út og ég er uppalinn í Grundarfirði. Þar var mikið lið hestamanna og eiginlega sá sem að tryggði það að ég var hestamaður, hann hét Jens Pétur Högnason. Og var alltaf kallaður Pétur í koti og er aldrei, hann blessaður er aldrei þekktur undir öðru nafni í Grundarfirði en Pétur í koti. Hann er nú nýláttinn og fólki sem var með honum í hestum, það var kallað Indjánagengið. Þetta var svolítið frjálslegt þarna hjá okkur og hestamennska gekk svolítið bara út á það að fara niður á Kirkjufellsanda og hleypa og reyna að finna sér einhvern stað til þess að sundríða og svona og hafa helst eitthvað í taumi og helst að hafa það skjótt og svona spá í kappreiðarnar á kaldamöllum og svona. En svona þetta er minn grunnur sko í hestamennskunni. Þess vegna finnst mér ekkert tiltökum mál þó að þau Rósin svona aðeins hoppi eitt svona hýruspor út undan sér sko. En hvernig félagsmálin, af hverju ertu orðinn formaður í einu stærsta hestamannafélagi á landinu, hvernig var það til? Já, það var nú eiginlega bara, maður svona leiðist í þetta, verður maður ekki að láta eitthvað vonandi gott af sér leiða. Ég var nú í kynbótanefndinni í nokkur ár og síðan fór ég í stjórnina og svo bara ákvað ég að taka bara slaginn. Það voru nokkur svona stór verkefni sem ég langa að taka þátt í og þannig að þetta er ekki búin að vera 3 ár. Ég held það. Já. Ég held það. Nú nefnir þú stór verkefni, þau eru mörg. Hér við sjáum eitt hérna fyrir aftan okkur, það eru vellirnir hjá okkur sem eru vel nýttir að ég held og nýbúið íþróttamót sem fór vel fram með eitthvað. Já, við vorum með svona leyfðum okkur að taka sénsinn og halda opið íþróttamót og það hefnaðist alveg bara stór vel held ég. Það voru tæplega 400 skráningar og svona í þessi COVID-dæmi þá var svona lykillinn að því og við svona hugsaum auðvitað að þarf að vera allar reglur hérna en það var að streyma beint frá mótinu. Og bara það sem við stöndum hérna voru kamerurnar alveg bara frá fyrsta degi og ég keypti mér nú áskrift bara svona þegar maður gat ekki verið hérna og mér fannst þetta alveg frábært. Svo er framöndan núna áætlaðar kynbótasýningar hér einnig, er ekki bara spenna fyrir því? Jú, það var þannig að hérna voru einu sinni stærstu og öflugustu sýningarnar af því að brautin var frábær. Síðan var breytt hérna efni í brautinni og þá datt þetta svolítið niður og við erum búin að vinna því og kosta svolítið peningum í það að fá góða braut aftur og hún er orðin frábær aftur og bæði skeiðknapparnir og kynbótaknapparnir eru rosalega ánægðir með beinabrautin okkar. Þannig að það byrja hérna 8. til 12. er fyrir sýningin og svo fljótlega þar á eftir næsta. Svo hefur nú farið í fjölmiðla og farið hátt með því það áformið að byggja nýja reiðhöll. Já. Getur aðeins upplýst okkur svona um þau mál bæði hvernig þau standa í dag og hvaða vinna er búið að fara fram? Já, sko við erum búin að vera með þetta, eiginlega bara í gegnum IBH, Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, í 10-15 ár að berjast fyrir því að stækka aðstöðuna hérna, bæði félagsaðstöðuna og reiðhöllina og síðan að koma okkur upp félagshúsi. Það er bara gleði tíðindi núna, það er sem sagt búið að samþykkja að byggingu reiðhallar í bæjarstjórn, búið að skipa framkvæmdahóp og núna bíðum við bara eftir því að fá endurskoða fjárhagsáætlun hjá bænum, þannig að við getum bara hafið standa. Þannig að ég myndi segja að þetta sé 95% komið en hins vegar nú þarf bara bærinn að standa við forgangsröðun IBH og byrja að byggja því að næsta stóra íþróttamannvirki sem byggt verður í Hafnarfirði það á að vera reiðhöll og félagsaðstaða fyrir hestamannafélagið Sörla. Þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu. Sú höll mun liggja þvert á þessa höll ef fólk kannast við hvernig gamla höllin okkar er og það verður hægt að ríða á milli þannig að þessi höll hérna nýtist þá sem uppbytunarhöll og hún liggur hérna þá
eftir samsíða vellinum og síðan verðum við náttúrulega lengjum við þá þegar við byggjum félagsaðstöðuna, lengjum við út þetta skemmtilega sem hérna, geta hérna setið uppi á annarri hæðinni og horft bara yfir brautina ef að veðrið ekki nógu gott. Þannig að ég held að þetta er svona, þetta verði mjög einhvern veginn hentugt, þetta verði skemmtilegt. Hvernig er svolítil aukning af félagsmönnum í Sörla og er auðvelt að fá lóðir hér? Já, það er nú eiginlega þannig að sko það er svona hitt stóra málið sem við erum búin að láta endurskipuleggja svæðið og við erum bara núna tilbúnar lóðir sem erum bara komnar í auglýsingu. Ég veit ekki betur en að Hafnarfjarðarbær sé bara búin að auglýsa lóðirnar. Þetta eru 20 lóðir og síðan er þeim skipt niður í minni einingar, þannig að þetta verður kannski á bilinu 30-40 hús sko, mismunandi stór og við hugsuðum aðeins skipulagið upp á nýtt og við smækkuðum húsin þannig að einstaklingar geta sko byggt sér hús og þetta er alveg frá 8 hesta húsum og upp í bara stór hús. En við viljum blanda svona saman, við viljum endilega fá sem mest svona fjölskyldufólk og svo líka hafa atvinnumennina inn á milli því að í nútíma hestamennsku þá er svo gott að geta sótt sér kennsluna og leiðbenningarnar og hérna búum við svo vel að vera með mikið af góðum atvinnumönnum og reiðkennurum, menntuðum reiðkennurum og maður sér bara að þeir hafa fullt að gera. Félagsmenn eru bara að sækja tíma en vantar bara aðstöðuna til þess að geta kennt, þannig að þeir geta leigt sér reiðsal sko. Svo náttúrulega má kannski segja eitt líka stóra atriðið í þessu, það er þetta með félagshús. Við erum búin að reka núna í 2 vetur félagshús og sáum það var bara mikil eftirspurn og við svona, kannski það er svona sem að kannski mér finnst að mætti alveg hugsa svona á landsvísu að ef við ætlum að fá krakka í þetta og hafa nýliðun þá verða þau bara að geta æft hesta. Þau verða bara að geta byrjað í september þegar aðrar íþróttagreinar byrja með sín námskeið og þau þurfum bara að geta æft þetta eins og alveg íþrótt sem auðvitað er. Já. Þannig að við höfum haft þetta þannig, við höfum byrjað í september og við höfum þá hugsað það að byggja hérna félagshús þar sem við getum tekið krakkan inn. Það búið að vera gríðarleg aukning í börnum og ungmennum hjá okkur og þetta starf var bara, húsið var bara fullt, það var ekki hægt að fá pláss hjá okkur í þetta. Svo þetta setti COVID-strik í reikningin þannig að við urðum bara að loka eins og á öðrum æfingum. En mér finnst þetta er svona alveg ótrúlega jákvætt. Þeir töluðu bara það hérna atvinnumennirnir sem eru auðvitað að temja og vinna hérna allt árið. Þeim fannst svo gaman að þeir voru að ríða hérna út í september og október og það var bara fullt af krökkum og unglingum og reiðveginum og einhverjir að hleypa og einhverjir að gera. Þetta var svona lífgað upp á stemninguna sko. Já. Þannig að þú myndir segja Atli að það séu bjartir tíman framöndan í hestamennskunni í Hafnarfirði? Ég myndi segja það og ég held að þegar við verðum búin að fá þessu höll sem er bara dett inn þá held ég að svona, fyrir utan það þá er þetta náttúrulega alveg stórkostlegt svæði svona út frá náttúrunnar hendi. Maður hefur farið hérna með útlendinga í útreiðatúr sem eiga bara ekki orð hérna yfir reiðliðunum, í hrauninu, í skóginum og já, þannig að ég held að þá verði bæði æfingaaðstaðan og útreiðaaðstaðan bara svona eins og það gerist best. Og við viljum endilega ekkert vera stæðst en það væri rosalega gott að vera best. Þetta voru frábær lokaorð Atli, ég þakka fyrir gott viðtal og óska ykkur Sörla fólki allsins besta. Takk fyrir.